Góðir áheyrendur, velkomnir í 88. þáttin af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það hefur margt gengið á í pólitíkinni síðustu vikuna þó að þingið sé ekki að störfum lengur. En Sigmundur Davíð, þú ert nú staddur erlendis en eigum ekki að byrja líka í útlöndum. Það er, þó það sé margt í gangi hérna heima, þá er eiginlega ekki annað hægt en að byrja á smá greiningu á stöðunni í Bretlandi og Frakklandi og síðan því sem er að gerast í Bandaríkjunum. Já, það fer vel á því og ekki bara taka þetta í öfugri tímaröð Jó, eða réttir tímaröð eftir því hvernig á það litið byrja á Bretlandi já. sem var í nótt og ég vakti yfir þessu til klukkan að ganga 8 held ég. Það er ekki útilokað að ég hafi mistað út úr mér í heimsókn fréttum vikunar hjá ritstjóranum Snorra Másinni þar sem ég var með Jakobi Birgisinni uppistandara að ræða fréttir vikunar að ég hafi mist út úr mér með hvaða hætti þú ætlaðir að undirbúa þig fyrir kosningarnar í Bretlandi. Ég mata sem svo að það væri útgjaldaminna fyrir mig að þú færir illa út úr brandaranum mínum heldur nýja sjálfur. Já, ég reyndi smá vöku og svefn svona daginn áður til að vera í standi en samt var ég nú svolítið þreyttur, ég skal viðurkenna það. En hvað það? Þetta voru áhugaverðar kosningar og þetta yfirburða sigur Verkamannaflokksins eins og við var að búast. En það hefur þó farið fram hjá mörgum að þessi sigur vannst með minna fylgi en nokkur flokkur hefur náð sem að hefur svo myndað meirihluta stjórn. Mér sýnist þér enda í einhverjum 33,7 eða 8%. Þeir eru bara svipuð róli og Samfylkingin hérna heima núna. Já, og rétt yfir því sem að Corbyn náði í síðustu kosningum sem að þótti afhroð. Já, en með færri atkvæði sýnist mér miðað við hvað minni þáttaka. Getur það ekki passað? Akkurat. Svo var mjög lítil kosningaþáttaka, ég held að hún hafi verið eða undir 60%. Þannig að kjósendur í Bretlandi voru bara leiður og svekktir og pirraðir á pólitíkinni. Mér fannst ég líka sjá það í viðtölum sem hafa verið að taka við bara svona fólk út á götu að þar svona var fólk kannski fyrst og fremst að kalla eftir breytingu en það var ekki, mér fannst ekki margt svona efnislegt koma fram í svörum þess fólk sem að við var rætt og þannig að þetta virðist að vera skrítin stemmingin. Já, ég heldur að hann verið það og þetta er náttúrulega búin að vera algjör hörmungasaga þessi 14 árið eða mikið af þeim hjá Íhaldsflokknum sem hann nýtti alveg einstaklega illa og er bara búin að vera svona í sjálfseyðingarham eins og við höfum rætt áður í þáttunum fram að þessu og fá þarna sína verstu útreið nokkurn tímann og það auðvitað skilaði Verkamannaflokknum þessum árangri og eins og menn nefndu nú í sjónvarpinu í nótt að niðurstaða þessara kosninga væri fyrst og fremst tap Íhaldsflokksins frekar en sigur Verkamannaflokksins sem að þá auðvitað vinnur raunverulegan sigur með því að ná þessum gríðarlega fjölda þingmanna, þeir eru með meira en þrefaldan fjölda Íhaldsflokksins. Já. Og það rifjast upp fyrir mér kosningarnar næst eftir þeim 2017 þegar að Theresa May boðaði skyndilega til kosninga. Af því að hún hafði mælst með gott fylgi á þeim tíma og var búin að vera þarna í 2 ár og ætlaði að nota tækifærið og boða til kosninga. Það fór alveg hörmulega og hún misti meirihlutann og var síðan að sitja í minnihlutastjórn með íhaldsmönnum undir vernd íhaldsmanna frá Norður Írlandi. En fylgið sem að flokkurinn fékk í þeim kosningum var mesta fylgi sem að Íhaldsflokkurinn hafði náð frá sigri Thatcher 83. Já. En vegna þess hvernig atkvæðin dreifðust, þá tapaði flokkurinn verulega á þeim kosningum. Og nú vinnur Verkamannaflokkurinn mjög verulega með þriðjungsfylgi og bara megnið af þingmönnum á þingi. Og þetta er náttúrulega afleiðing af kosningakerfi sem ég held ég verið bara að segja að virkar ekki, er ekki alveg í lagi þó að menn hafi viljað halda í það svona fyrir hefðarsakir og vegna þess að það hentaði stóru flokkunum tveimur að reyna viðhalda að tveggja flokka kerfi. En reform, hvað kalla menn hann á íslensku, endurbótaflokkin? Já. Vekk þarna held ég 14,3
og það var greinlegt að svona á lokadögunum höfðu margir ákveð að kjósa taktíst til þess að reyna að koma í veg fyrir algjöran yfirburðasigur verkamannaflokksins. Þannig að menn svona færðu sig einhverjir frá reform yfir á íhaldið til að reyna að halda einhvern sætum þar. Já, já. En þó náður 4 sætum og Nigel Farage tókst að loksins í 8. tilraun að verða þingmaður á breska þinginu. Það er hætt við að það gleði ekki alla. Nei, það mun ekki gleði alla. Hann hafði lengi verið þetta þingmaður á Evrópuþinginu og barist fyrir því þar að staðan hans yrði lögð niður og hann var að fulltrúa Bretlands. Og svo fór flokksformaðurinn inn, Richard Tice og Lee Anderson, sem að íhaldsflokkurinn í einni af röð mistaka sem sá flokkur hefur gert á síðustu misserum, rak úr flokknum fyrir einhvað, ég man ekki eins og hvað það var einhver ummæli að íslamistar væru komnir með ómikil ítök í verkamannaflokknum. Alveg rétt, þetta var ekki í tengslum við borgarstjóran í London. Jú, einmitt. Já, hún var bara hent út úr flokknum, hafði verið varaformaður flokksins, kom upphaflega úr verkamannaflokknum, var námu verkamaður og hafði sinnt ýmsum samfélagsstörfum og verið bæjarfulltrúi í sínum heima bæ og svona og var kannski akkurat það sem að íhaldsflokkurinn þurfti, en honum var hent eins og fleirum, en er núna kjörinn fyrir reform. Og það verður áhugavert að fylgjast með pólitíkinni núna framundan. Annars vegar mun væntanlega vinstri vængurinn í verkamannaflokknum vilja láta til sín taka, en Starmer hefur verið svona mjög að reyna að milda ásýnd flokksins eftir Corbyn-tímann. Og svo verða Nigel og félagar með læti eflaust og íhaldsflokkurinn á eftir að gera sín mál. Já, algjörlega. Þetta verður líflegt. Hverjir eru nú eftir, sko? Truss dettur út og og Sunak náttúrulega í henglum. Hvað tekur við? Margir ráðherrar þeirra duttu út. Rees-Mogg, hinn svona skemmtilega servitri þingmaður íhaldsflokksins sem hefur nú verið vinsæll lengi, hann datt út. Ég hélt nú að hann hefði það sterka stöð í sínu kjördæmi að það dygði, en það var ekki. Nei. Þannig að það er Penny Mordaunt sem hefur verið nefnd sem mögulegur verðandi formaður, hún datt út, þannig að hún var ekki kost á því og margir ráðherrana. Þetta er ótrúleg staða. Já. Ótrúleg staða. Og þetta skuli gerast með þessum hætti að verkamannaflokkurinn þurfi ekki að ná nema bara nokkurn veginn því sam og Corbyn var með síðast í því mikla tapi. Það er auðvitað alveg magnað. Reform það hafði mjög mikið þetta að segja með því að taka af íhaldsflokknum. En flokkurinn tók eins og jafnvel álíka mikið af verkamannaflokknum. Já, það er nefnilega málið, þeir eru að taka víðar, sko, en þetta eru, sko, það er ekki nema, sko, já, það eru rétt 3 milljónir atkvæða á milli verkamannaflokksins og íhaldsflokksins, en það hefur þessi gríðalegu áhrif, sko. Já, og maður sá það til dæmis á könnunum að þegar að reform byrjaði að rísa eftir að fara tilkynnt framboð sitt, þá lækkaði senn fylgi verkamannaflokksins og íhaldsflokksins svona, já, líka mikið, en það var miklu dýrara fyrir íhaldsflokkinn því að sóknin hjá reform gagnvart verkamannaflokknum var að miklu leyti í kjördæmum þar sem að Labour voru öruggir. Já. En var miklu skaðlegri í þeim kjördæmum þar sem íhaldsflokkurinn var að berjast fyrir tilveru sinni. Já. En svo þykir mér líka, sko, áhugavert að sjá, sko, hvað í rauninni atkvæðin skila reform fáum sætum. Það er, sko, rétt 1 milljón atkvæða bak við hvert þingsæti reform. En ef við horfum til dæmis á Lib Dems, frjálslyndu demókratana, sem allir þeir væri ekki systurflokkur Viðreisnar hér heima, sko, þá er ekki nema einhver
já, það er svona miklu lægri tala á baku Já, hvern þingmann, sko. þeir, með þessi 14,3% fengu þeir innan við 1% þingsæta. Já, já, 4 akkurat. þingsæti af 650. Það er Þannig að auðvitað, þetta er ójafn leikur. þetta kerfi er auðvitað ágætt til þess að refsa mönnum, sko, og refsa stjórn og óvinsælli stjórn og þar fram til göttunum, sko, en mjög vont til þess að draga fram einhvern svona þjóðarvilja ef það er einhvern tímann markmiðið, sko. En mér sýnist það eru sko 49.000 atkvæði á bak við hvern þingmann að meðaltali Já, og Farage þarf 1.000.000. Það er helviti já, ójafn leikur, sko. einmitt. Já, þetta gerir kosningarnar og vissan hátt spennandi en um leið þá kannski fá kjósendur ekki alveg það sem þeir vilja og hafa Nei, takmarkaða möguleika á því. já, já, já. En þetta er svona þeim sem kvarta mest yfir ójöfnu atkvæði eða vægi milli Kragans og Norðvesturkjördæmis, þeim þykir þetta nú sennilega ekki öllum ósanngjarnt kerfi í dag. Nei, Þeir nei, eru, ef þetta svona fellur þeim megin hryggjar. einmitt. Íslenska kerfið, þó að þetta ekki gallalaust, það tryggir svona nánast sanngirni eða jafnræði milli flokka. Já, Og við akkurat. erum þetta með flokkakerfi eins og allar lýðræðis þjóðir. Þetta er smávægileg skekkja sem kemur fram af og til, Já, já. ekki alltaf sem nemur aldrei meir en einum þingmann í heildina. Nei, akkurat hefur svona aðeins hjálpað framstjórnarflokknum Já, í skiptin en kerfið er þó til þess ætlað að reyna að ná jafnræði milli flokkana. já, 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 akkur, það er grunnhugsunin, sko. En þetta er já. En þetta er svona, svo á þetta, sko, eftir að reyna á hvernig Starmer kemur út síðan með þennan mikla stuðning eða mikla styrk, segi þingstyrk. Svona hvernig spilast úr hjá honum, já, bæði til skams og lengri tíma og það var nú áhugavert Kristrún Frostadóttir var í viðtali, fór þarna út greinlega með fleiri úr Samfylkingunni að hún lýsti því þannig að þetta væri auðvitað líka lærdómsferð fyrir þau, sjá hvernig menn í fyrsta lagi sigra svona baráttu og í öðru lagi hvernig menn taka við stjórnartaumunum og þannig að en það á þetta eftir að landa þeim afla sem er í samfélkingarnetunum núna. Já, já, og allt annars konar kerfi. Mm. Svoleiðis að það er ekkit víst að Samfylkingin geti endilega lært mikið af þessu í ljósi þess til dæmis sem ég var að segja á hann að þarna nær Starmer þrátt fyrir að hafa nú gengið hart fram og bara af nokkru hugrekki við það að reyna að laga flokkinn eftir Corbyn-tímann að samt nær hann bara í prósenti meira en Corbyn var með síðast og langt undir því sem að Corbyn fekk í fyrri kosningunum sínum 2015, þá var hann með 40%. Alveg rétt. Það er erfitt, jú, þetta er gott að reyna að læra af reynslu annarra í pólitíkinni en það er erfitt að heimfæra þetta alveg á Ísland. Já, akkurat, já, já. En sko, það er nú víða, ef við svona færum okkur aðeins til, það er nú víða, önnur umferðin í Frakklandi, er hún ekki bara núna um helgina? Eða seinna um helgina? Já. Jú. Og Sko, til að setja hlustendur aðeins inn í það, þá sem að ekki fylgjast mikið með franskri pólitík, þá eru þeir með einmenningskjördæmi líka, en hafa þann háttin á að ef að frambjóðandi nær ekki meirihluta í fyrri umferð kosningana í sínu kjördæmi, þá er kosið aftur á milli þeirra efstu. Ég held að sé þannig að allir sem fá 12,5% af þeim sem skráður eru á kjörskrá, þeir fara áfram í seinni umferðina. já. Svo framalega sem enginn hafi fengið meirihluta. Þannig að þetta eru oft 2 eða 3 og allt upp í 4 að keppa. Og þá náttúrulega byrja menn að reyna að semja og búa til einhvers konar bandalög það að einhver víki til þess að gefa öðrum meiri séns. Og þetta er nú svolítið sérkennileg staða núna.
í frönsku kosningunum og þeim samningum sem að hafa fylgt í kjölfar fyrirumferðarinnar. Ég þar var þjóðfylkingin, held ég að þessi kallað á íslensku, Le Pen og félagar með langmest fylgi, þriðjungsfylgi, en næst og eftir kom bandalag alls konar vinstriflokka sem sumir hverjir eru ótvíræðir öfga vinstriflokkar. Já, já. Er það hugtak til á íslensku? Það er alltaf ekki mikið notað einhverju hlutar vegna. Mm. Hvers vegna svo sem það nú er. En það var mjög ábyrrandi í aðdraganda fyrirumferðarinnar að Macron og aðrir svona sem að segjast vera einhverstaðar miðsvæðis voru mjög gagnrýnir á þetta vinstri bandalag og drógu það fram að þarna væri bara fólk með brjálæðislega skoðanir og vildi byltingu og það sem að sumir frambjóndir þessara flokka var að segja var alveg yfirgengilegt sko, nauðsyn ofbeldis og annað eftir því. Mm. Þannig að þeir reyndu nú að vara við þessu fyrir fyrirumferðina en svo komuður óvart með því að Macron að fara að styðja þetta vinstra bandalag af því að honum finnst greinilega ennþá verra að þjóðfylkingin nái árangri heldur en þessir brjálæðingar sem hann hafði eða félagar hans höfðu kallað sem svo. Já, 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 akkurat. Og er þá kannski að hugsa næstu forsetakosningar. En rétt að hafa í huga að það er ekki kosið forseta í þessum kosningum, bara þingið. Já, 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 og þarna er náttúrulega nýtt efnilegt forsætisráðherra efni frá þjóðfylkingunni, hérna, 28 ára gamall. Já, hugsaðu það, hann er fæddur 1995. Það er ótrúlegt. Það er alveg með ólíkindum. Jordan Bardella, hann er af ítölskum uppruna og ólst upp í félagslegu húsnæði í einu af fátækustu hverfum landsins innan aðalega held ég innflytjendur frá hinum ýmsu löndum. Foreldrar hans skildu þegar hann var 1 árs og hann var þarna með móður sinni en náði miklum árangri og var held ég 20 bæjarfulltrúi og fór svo jafnt og þétt upp tröppuganginn og er núna ekki nema 28 ára og er forsætisráðherra efni þjóðfylkingarinnar og hann segir að hann sé dæmi mann sem hafi aðlagast frönsku samfélagi og það sé megin áherslan hjá þeim að í innflytjendamálunum að fólk aðlagist en það sé hafi bara alls ekki verið þannig því miður almennt. Og hann, þessi Bardella er að hvetja til þetta bandalags gegn öfgavinstrimönnunum og hefðbundni gamli hægri flokkurinn sem að var nú stór hérna í eina tíð og átti nokkra forseta Jacques Chirac og gott ef Sarkozy var ekki hluti af sama svipuðum flokki að sá flokkur virðist ætla að fara með þjóðfylkingunni en Macron og flokkarnir sem eru kringum hann já, þeir eru verið hvattir til að fara með vinstrinu en það er ekkit víst að kjósendur láti segja sér það. Nei, er það nú ekki sko bara í raun heldur ólíklegt svona allavega hvað massan varðar? Sko. Jú, menn sá nú bara strax viðbröðinu fyrri umferðinni það sem að fólk úr af vinstri kantinum tyrtist út á götur og endi til óverða eins og hefðir fyrir í Frakklandi. Já, já. Og þetta lýst náttúrulega almenningi ekkert á venjulegu fólki. Þó að sumir á Íslandi jafnvel túlki slíkt sem til marks það að franskur almenningur sé reiður yfir og óttaslegin yfir því sem er að gerast í pólitíkinni. Þá er þetta eru jaðarhópar sem að bregðast við með þessum hætti. Og ekkert víst að fólk sem er miðsvæðis í pólitíkinni vilja endilega færa slíku fólki völd. Nei, ég held að það er svona hljóti að vera ólíkleg niðurstaða, sko.
Já, En þetta, en ég man það ekki, er það á morgun laugardag eða er það á sunnudag sem að uh, seinni ég, umferðin fyrir fram? mig minnir að þetta sé, minnir að þetta sé níunda. Nú, að það Nei, sé það ekki, getur ekki passað. Það getur nei, ekki passað. mér fannst þetta endilega heitt á Sjöunda. helgina. Ég held að það sé á sunnudaginn sjöunda. Sundaginn sjö, já, já, akkurat. Allavega, það situr í mér að það hafi verið á helginni, þá er það vantilega sjöundi. Já, ég held að níundi væri sunnudagurinn. Það er greinilega ekki. Ég sé það hér á dagatælinu. Mm, Þannig að líður nú tíminn já, já, já. hraðar en maður Er ekki annað hefði viljað. tímatal í Tékklandi? Jó, ég hef lítið svo á. Mm. Heyrðu, en það er víðar, ef við skiljum aðeins við Frakkland og klárum alþjóðahotnið. Það er bras í Bandaríkjunum, hjá, sérstaklega hjá Biden. Já, það var önnur vöku nótt hjá mér að fylgjast með forseta kappræðunum sem að hann hefði nú beðið með talsverðri eftirvæntingu. Uh, ég held að það væri nú aðalega því að fólk vildi sjá hvort að Biden kemist í gegnum 1,5 tíma en svo horfði ég nú á þetta og þetta var náttúrulega í rauninni fyrir neðan allar hellur sem pólitískar umræður því að megnið af þættinum snýrist að þeir voru að rífast það hvor þeirra væri versti forseti allra tíma Já, já, já. og svo einhvern veginn leiddi þetta út í samanburð á því hvor væri betri í golfi Mm. þá var þetta nú orðið svona hálf súrealist en Biden auðvitað átti í talsverðu basli með að tjá sig sérstaklega framan af hann endur tók nú einhverja sögur Trump sem að margar hafa nú verið leiðréttar en hann hélt bara áfram að hjakka í því og Trump með sínar hefðbundnu íkjur hvað hann væri stórkostlegur og menn hafði bara aldrei séð annan eins mann Nei, nei. og, og þetta var allt hefðbundið að því leyti. Svo í lokin þá segja, æja, Biden svona komst í gegnum þetta og, og kláraði þáttinn og ég taldi að menn gerðu sér það bara góðu, demokratarnir. En nei, viðbrögðin eftir þáttinn voru miklu merkilegri en umræðarnar sjálfar. Þeir virtust bara að vera í sjokki Já, já. yfir því hvernig Biden hefði verið og hversu illa honum hefði gengið. Og ég velti bara fyrir mér, trúðu þeir semst raunverulega eigin áróðri sem að hefur þetta verið viðhaldið í meginstraumsmiðlunum eins og þeir eru kallaðir, linnulaust að Biden væri í toppstandi, þrátt fyrir öll merkin annað, en trúðu þeir þessu bara sjálfir og kom þetta þeim raunverulega svona óvart. Það virðist vera og náttúrulega hlýtur að vera sjokkrandi að vera ekki með neitt plan B þegar þessi staði komin upp. Já, já. Bara ríkisstjórn í Kaliforníu þar sem allt í hershöndum víðast hvar, eða allavega víða. Nei. Og síðan Kamala Harris sem nú allavega vetur setjandi. Já, já, svo velta mann upp þeirri hugmynd að Michelle Obama verði kúplað hann inn. Já, já. Og hann eftir því, en það er ekkert hlaupið að því og við erum nú rætt að hérna áður hversu undarlegt það var að demokrataflokkurinn skildi láta þetta ganga svona langt fremur en að finna öflugan frambjóðanda gegn Trump. En kannski trúðu þeir bara eigin áróðri sjálfur og lentu þannig í þessari gildru ef svo má segja. En að því sögðu, það fannst mér tímasetning þessara kappræðana merkileg. Mitt sumar, þetta er löngu fyrir kosningar, það var aldrei farið fram forsetakappræður svona löngu fyrir kosningar og það er útilokað að dagsetningin hafi verið ákveðin af öðrum en fólki sem er í innsta hring og vinnur náið með Biden. Já, það bara liggur fyrir að Trump gekkst við öllum í rauninni Biden hópurinn stýrði öllu þarna sem skiptið máli, bæði hver væri spyrill, á hvaða stöðu þetta væri, lengd, með hvaða hætti samskiptin ættu sér stað. Þetta virðist allt hafa verið á forsendum Biden. Já, já, og þá spyr maður sig hvers vegna vildu þeir fara í þetta svona snemma
töldu þeir að það væri bara tímabært að sýna fram á hvað Biden væri miklu betri kostur en Trump, eða voru þannig einhverjir sem að vildu að þetta kæmi í ljós í tæka tíð þannig að það væri hægt að velta fyrir sér öðrum valkostum. Mm. Það er ekki gott að segja, en nú er þeir lentir í enn meiri vandræðum. Því þeir byrjuðu þannig og það var bara eins og það hefði verið gefið út leyfi, gefið út tilskipun það, nú þurfa bara allir að segja að þetta gengur ekki. Við þurfum nýjan frambjóðanda. Þannig að helstu stuðningsmiðlar demokrata fyrir allra sko hörðust eins og MSNBC og CNN og meira að segja Huffington Post sem er málgagn nýja demokrataflokksins. Já, já. Var með fyrirsögnuna The Debate from Hell. Já, já, það er ekki gott. Og þarna kom bara hver stuðningsmaður Bidens af öðrum og lýsti því að hann þyrst að fara. Svo bara held í daginn eftir þá mætir Biden og heldur ræðingstar og er í meira stuði og þá vissum við ekki hvort fótinn er hægt að stíga og sumir fóru að segja að þarna sjáum við sko, kallinn er aldeilis ekki búinn að missa það og nú bara þjöppum við okkur saman hann og hann getur öllum skeikað einu sinni en hann er mættur aftur og aðrir heldur sig við það þyrfti að skipta. Þess að nú eru komin þessi átök innan flokksins sem menn hafa nú ekki mikinn tíma til að leysa úr því að flokksþingið er í ágúst og þar verður frambjóðandinn valinn. Biden er með atkvæðin, það er búið að í rauninni velja en þá bara eftir að staðfesta formlega. Þess að kjörmennirnir þurfa þá á vissan hátt að svíkja nema Biden segir sjálfur að hann vilji draga sér tilbaka. Er það ekki raunverulega eina leiðin að þessu? Jó, ég held það. Hann gerir sér ekki líklegan til þess eins og það ekki standa en svo veit maður ekki hvað verður. En þá tekur við vandamálið með hvaða hætti eigi að velja einhvern í staðinn fyrir hann. Kamala Harris er náttúrulega ekki vinsæl, hún er óvinsæll en Biden. Já, já. Skiljanlega. Já, og þeir þyrftu þetta á einhvern hátt að koma á því sem kalla mætti lýðræðislegt umboð og maður hefur séð ýmsar vangaveltur það hvort þetta hafa einstaks atkvæðagreiðslu í bara öllum fylkjum Bandaríkjanna þar sem að menn gætu valið arftaka og svona og slíkt auðvitað krefst undirbúnings og er ekki hlaupið að því. Þess að þarna verður áherslu að fylgjast með gangi mála líka rétt eins og í Bretlandi og Frakklandi. Já, þetta er og spurning hvort að seinni kappræðurnar fara fram og hverjir mæta þá þar. Það eina sem ég fannst vanta í fyrri kappræðurnar var að þeir hafa Björn Bjarnason með sér þarna því að hann er ráðvilltar en Biden og ósvífnari en Trump og hefur getað fært auki lífið þetta. Já, svona meistaramót í pirringi í gangi á heimasíðu Björns nú stundir. Já. En já, verðum við ekki að færa okkur aðeins yfir á heimasvæði. Þetta er útlandahornið, það er bara svo margt í gangi erlendis núna og það var ekki hægt annað en að byrja þarna en hérna heima, það er Mannréttindastofnun VG, hún fór aldeilis á flug í umræðin aftur í vikunni. Má ekki segja að það hafi byrjað með pistli Hilda Sverrisdóttur, þingflokksformanns Sjálfstæðisflokksins og þú bregst við með grein á vísi.is og síðan er Hildur sé ég mætti viðtal aftur hjá Jakob B. Bjarnar til þess að reyna stilla af stöðu sína. Þetta virði svíða og ég skildi aldrei hvers vegna Sjálfstæðisflokkurinn að því nú er nýtilkomin einhver sannfæring verið því að þetta hafi bara ekki verið neitt annað í stöðun en að gera þetta. Nú hvers vegna er það að koma fram svona löngu eftir samþykktina. Ég held að það sé vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn getur auðvitað ekki gengið sér því að hafa látið plata sig með þeim hætti að þinglokasamningar stjórnarflokkanna sem eru
þetta sérstakt að eigi sér stað, sem geng Mhm. út á það að Sjálfstæðisflokkurinn fekk útlendingamálið, Framsóknarmenni fengu listamannalaunin og Vinstri grænir Mannréttindastofnunina. Sko, það sem að Sjálfstæðisflokkurinn fékk er bara mál sem að þeir hafa verið að segja að hafi bara verið sameiginlegur skilningur og bara frá Já, því já, yfirlýsingi var gefin út í febrúar og þar af leiðandi bara eitthvað lógískt afgreiðslumál til þess að færa mál til betri vegar. Það að já, já, Sjálfstæðisflokkurinn hafi þurft að fórna sínu þinglokamáli, aðalmáli í þetta, það bendi nú einmitt. til þess að sko, þeir hafi ekki haft jafn sterkar stöðu gagnvart málinu eins og þeir hafa viljað vera að láta. Ég, eins og þú segir, eina málið sem að var nefnt í þessum langkundi þarna yfirlýsingu ríkisstjórnar sameiginlegan skilning í útlendingamálum, eina málið sem að var svona að einhverju leyti til þess að sko, taka á ástandinu og herða það var þetta litla útlendingamál Já, já, og nefnt þarna í lokin og búið að, og þeir búin að segja sko marg ítrekkað að það hefði verið búið að samþykkja það áður já, já. og svo kom reyndar Orri Páll Þinglósson maður VG og sagði að það væri nú ekkert frá gengið með þetta mál þannig að þeir þurftu að fara greinilega að reyna að semja um það í fimmta skiptið. Já, já, Vinstri grænir hefðu gert fyrirvara við það og þetta allt saman. Já, já. Og svona láta þeir spila með sig og hver eru viðbröðin? Í staði þess að líta inn á við og reyna að taka sér tak þá virðist það vera orðið einhvers konar þema þarna hjá þessum þingmönnum nýja Sjálfstæðisflokksins að, að útskýra það sko að allt sem þeir gera af sér það sé vegna þess að við höfum ekki náðu að koma í veg fyrir að þeir gera það. Við reynum nú aldeilis dagana langa. Alla daga og höfum gert árum saman en þetta er það besta sem þeim dettur í hug og virðist einhvern veginn gremjast að fylgi Miðflokksins hafi aukist en ég er búinn að reyna að útskýra fyrir þeim í mörg ár að þetta sé ekki það sem að kallað er í stærðfræði eða hagfræði zero sum game. Þetta sé ekki spurning um það að við séum bara að taka þeim eða bara að taka Framsóknarflokknum með einhverju. Þetta snúist um það að það þurfi bara, meðan þurfi, hver fyrir sig að fylgja sinni sannfæringu og berjast fyrir því sem á nú undir högg að sækja borgaralegum gildum á Íslandi Já, og grundvallar réttindum, raunverulegum mannréttindum. já, já. En það eru mjög margir, kannski má segja Björn Bjarnason leiði þann hópa sem eru óskaplega pirraðir yfir því að það sé svona reynt að beina Sjálfstæðisflokknum til betri vegar. Já, Þetta sko, menn mig ekki taka þetta þannig að þetta séu árásir, þetta er liðveisla, raunverulega. já, já. En já, Björn lætur þetta pyrrast í alveg óskaplega og ég var nú löngu hættur að fylgjast með skrifumast því hann var alltaf bara með sömu tvær sögurnar, tvær lygasögur um mig eða Miðflokkinn. Var það annað sæstrengurinn hans Já, já, sæstrengurinn sem að ég átti að hafa samið við David Cameron að yrði lagður milli Íslands og Bretlands og það margbúið að leira þetta og þetta kom fram á sínum tíma. Ég fletti svona einhvern tíma þegar Björn skrifaði um þetta þá fletti ég nú bara tilkynningunni upp frá því á sínum tíma fundin og þar bara kemur þetta mjög skýrt fram með hvaða hætti þú lýstir efasemdum að það veri nokkuð vit í þessu en það verið þetta bölvuð ókurteisi að þarna mætti forsætisráðherra Bretlands og hefði þú í þinni stöðu þá sagt bara já, bara nei, við verðum bara að ræða veðrið. Já, sko, ég nefnilega jaðraði við að vera dónalegt hjá mér. Því að eftir fundin okkar þá haldið blaðamannafundur og ég hafði fallist á að það hefði gerað þannig einhver skoðun á áhrifum sæstrengs og lét fylgja sérstaklega sögunni fyrir framann breska forsætisráðherrann að ég teldi það fínt vegna þess að það myndi sýna fram á að þetta myndi líklega aldeilis ekki henta Íslendingum. Já, og svo kemur það fram í tilkynningun á ráðuneytisins á sama degi, sko, þannig að þetta er alveg kostuleg svona, en það er svona eins og Björn og fleiri haldið að því oftar sem þetta er sagt því sannar að vera þetta. Já, það virðist vera stefnan hjá honum að reyna þá kenningu út í estu æsar. En sko, ég held að væri meira gagnaði sko, að því ég held að skipti miklu máli að Sjálfstæðisflokkurinn braggist að ég held að væri meira gagnaði að Björn færi að benda einhverjum að sínum þingmönnum á að það væri kannski æskilegt að svona fara að horfa meira til grunnstefnu, gömlu góðu grunnstefnu Sjálfstæðisflokksins en hætta að elta harða vinstrið. Já, hann
Nú ætla ég bara að kasta fram þeirri hugmynd í framhald af þessari athugasemdiri, þannig að Björn bjóðist til þess að mæta til flokka á þingi, Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins, Viðreisnar, Flokks fólksins, í allra þessuna og reyna bara að útskýra fyrir þeim að nú þurfið þið að fara að huga að eitthvað prinsipum og stunda alvöru pólitík. Ég held að það myndi skila honum meiru heldur en að dreifa sömu gömlu legasögunum á vefsíðunni sinni. Já, ég held að það vera æskilegt. Nú er hann búin að fjölga nú er hann fann að tala um hvað var þetta, ég var í guðfæðir útlendingalagana. Já, það var alveg kostulegur pistill. 180 gráðu rangfærsla og Já, hann hnýtti hressilega í mig í þeim pistli sömuleiðis yfir og lýsti því að ég var eitthvað bitur yfir því að hafa ekki náð framgangi á Sjálfstæðisflokknum í gamla daga. Það er nú svona þegar raunheimar eru skoðaðir, þá var nú það kannski sennilega það besta sem nokkuð tímann kom fyrir mig að ná ekki árangri í þeim efnum. Þá fór maður bara í alvöru rekstur og það er ekkert nema góðar tilfinningar sem fylgja því að hafa ekki náð framgangi þarna í gamla daga og engin biturð í garð Sjálfstæðisflokksins vegna þess en það er ekkert slíkt sem er hægt að lesa út úr neinu sem ég hef sagt. Þú sér nú hvar biturðin liggur. Með árunum þá verður hann einhvern veginn alltaf meinfísnari og fer svona meira út í einhverja persónu árásir og slíkt. Já. Það er alveg svörulegt. En þessi kenninga að ég var í guðfaðir útlendingalagana sem að ég mitt var einn mann að reyna að stoppa á gaggrindi frá upphafi og við höfum áður farið við þá sögu oftar en einu sinni. Var það ekki einhver tenging við það að 2015 hefði við tekið á móti nokkrum hælisleitendum? Jú, og þú hefur átt fund með þarna Guterres, sem er aðalritari Sameinuðu þjóðanna í dag. Það virtist rammet inn í huga Björns að þetta hefði nú verið bara alfa og omega mál þitt, hvað það varðar að opna hér faðminn og líkti þér held ég sem gott ef þú áttir ekki að hafa verið bara forvígismaður af open door policy Angelu Merkel, allt bara einhver delering. Nákvæmlega. En það er samt ágætt að þetta sé rifjað upp vegna þess að á þessum tíma, þegar þetta kom upp þannig 2015, þá lagði ég nefnilega mikla áherslu á að við færum ekki sömu leið og þjóðverjar og sumar aðrar þjóðir heldur við getum tekið á móti einhverjum nokkrum sem að við myndum velja, sem væri þá fólk sem ætti ekki afturkvæmt og við myndum velja það. En svo þið áherslan á hjálp á nærsvæðunum og aðlögun þeirra sem að hingað kæmu sem að mættu þetta ekki vera mjög margir því að aðlögun á sér ekki stað ef þetta gerist of hratt. En þarna var komið inn þessu sérstaklega með að nýta peningana á nærsvæðunum þar sem það gerir margfalt meira gagn. Hjálpar tífalt eða 100-falt fleira fólki eftir við hvað var með. Já. En hann þarf ekki mikla raunveruleika tengingu í sínum deluringum, hann að við látum þetta kannski nægja af honum, en það eru nokkrir þingmenn hann í Sjálfstæðisflokknum sem er að reyna þetta að kenna okkur að við höfum bara ekki verið nógu duglegir að stoppa það og þess vegna sé þetta raunin okkur að kenna. En þeir hlusta það bara vonandi betur næst. En þetta stangast á Björn og kó virðast pirra sjá að við reynum að veita liðveislu en síðan virðast aðrir vera að kalla eftir því að við göngum harðar fram í að stoppa þá í mestu vitleysis vegferðunum. Þannig að við þurfum eiginlega að halda þingflokksfund fljótlega og gera upp við okkur á hvora leiðina við veljum til að aðstoða Sjálfstæðisflokkinn. Já, og Framsóknarflokkin og aðra flokka, Já. Við höldum áfram að reyna að færa inn á rétta braut. Já. Þú er ekkert nema skamminn fyrir við bara gefast ekkert upp á sannleikanum. Menn sem aldrei eru skammaðir, þeir gera ekki margt að gagni. Nei, akkurat. Heyrðu, látum þetta gott heita hvað mannréttindastofnun og meistaramótið í pirringi varðar. En annar pirringur sem að verða aðeins að koma inn á,
það kom verðbólgumæling í síðustu viku og það eru auðvitað margir núna kall eftir því að vextir verði lækkaðir þarna seinni part ágúst eða næsti vaxtaákvörðunardagur Seðlabankans er. Mér segir svo hugur að með nýsamþykkta fjármálaáætlun þar sem er flaggað áframhaldandi útgjaldavexti ríkissjóðs umfram verðlagsþróun, þá verði ekki einfalt fyrir Seðlabankana að taka þá ákvörðun að lækka vexti á meðan fjárlög næsta árs er ekki komið fram. Hvað ætli séu margir af þessum 300 starfsmönnum Seðlabankans sem að hafa trú á því að formaður Framsóknarflokksins sé að fara að leggja fram aðhaldssöm fjárlög í september? Já, já, einmitt, þessari stjórn og árið fyrir kosningar. Og kosningári. Þetta er eiginlega, það er eiginlega svona svartara gæti eiginlega ekki verið hvað væntingar seðlabankamanna varðar. Þetta er ríkisstjórnin er nýbúin að flagga linnulausum raunútgjaldavexti á áætlunartímabili, 5 ára áætlunartímabili fjármálaáætlunar. Þannig að ég er hræddur að Seðlabankinn hreyfi sig ekki fyrir í fyrsta lagi á næsta ákvörðunardegi þar á eftir. Og það er vont þegar mesta áhættan liggur orðin í ríkisfjármálunum og því hvernig ríkisstjórnin heldur á þeim málum. Það er dýrt fyrir fyrirtæki og heimili. Þannig hefur það verið allan skeið og svo pirrastu bara þegar Seðlabankinn bendir á þetta. Þau lítur nú aldrei einn barmvirðist vera þessi ríkisstjórn. Nei, það er ekki á stað til. En gremst það mjög þegar bendir á að auðvitað hafi stjórnlaus ríkisútgjöld áhrif á verðbólgu. Og sérstaklega auðvitað þegar þau komu í beinu framhaldi af framleiðslu stoppinu í COVID og peningaprentunni. Já, akkurat. En þetta er en það þarf að fylgjast vel með þessu. En talandum framleiðslustoppið í COVID og peningaprentun og háa vexti, þá eru ekki góða fréttir af mínu heimasvæði. Það er staðan á Akranesi er grafalvarleg eftir að Skaginn 3X lagði inn gjaldþrotabeiðni í gær. Það var mikið sjokk að sjá þetta. Ég vissi ekki af því að það geti stemt í þetta. Þetta flotta fyrirtæki sem var. Já. Þetta er alveg grafalvarleg staða og verður auðvitað ennþá alvarlegri þegar við blasir að ríkisstjórnin er nýbúin að koma málum þannig fyrir að hvalveiðivertíðin sem átti að vera í fullum gangi núna, hún verður ekki. Og þar hefði verið 200 manns pluss afleidd störf og þjónusta. Þetta er alveg svakalegt með hvaða hætti Skagasvæðið er að verða fyrir barðin á þessum í hvaða stöðu Skagasvæðið er að finna sig í þessum efnum og það eru önnur stór hópuppsögn á Skaganum í tengslum við N1 og síðan blasir við að ef ég man rétt þá eru styðstu raforkusamningarnir til stóriðju eru inn á Grundartangasvæðið. Þannig að ef að hér tekur við einhver ríkisstjórn sem ætlar að framfylgja málum og leysa orkuskortin með þeim hætti að þrýsta á ekki verið endurnýjaðir samningar, þá er Grundartangasvæðið í rauninni væntanlega skotmark í þeim efnum. Þannig að staðan upp frá er grafalvarleg og þetta er auðvitað algjört reiðarslag fyrir svæði eins og Akranes er að missa svona fyrirtæki, 130 starfsmenn rétt bil og þannig mikið af velmenntuðu fólki sem hefur verið að sinna tæknistörfum, þannig að þetta er alveg svakalegt Já, ég tek undir þessar ágjörðina. Og nýjustu skilaboðin á svæðið er að ekki skuli veitur hvalur eða réttar sagt gefið út ónýtt leyfi sem að blasti við öllum að var alltaf planið að yrði gefið út með þeim hætti að ekki yrði farið til veiða. Ég veit. En er ekki von til þess að það verði hægt að halda rekstrinum gangandi? Ég sá nú einhverjum að það væri einhver áhugi á. Já, Helgi Jóhannsson var skipaður skiptastjóri í gær og ég sá viðtal við hann þar sem hann lýsti yfir að markmiðið væri að reyna að koma því sem
fyrirtækin eins og það er í laginu eftir núna í hendur á nýjum aðilum sem þá vonandi tekst að byggja upp starfsemi og það er auðvitað mikilvægt og hefur gerst áður. Sjálfur hef ég komið að slíku verkefni með Loftorku í Borgarnes á sínum tíma þannig að það er hægt að gera svona lagastöðuna mikið en til þess þarf þetta svona samhent átak bæði skiptastjóra, aðila sem vilja koma að rekstrinum og síðan kröfuhafana sem ég held að sé aðalega Íslandsbanki í þessu tilviki. Já. Í öllu falli stærstur. Þannig að þetta er svona, en síðan auðvitað þarf að bara laga rekstrarskilyrði fyrirtæki almennt. Vextirnir eru auðvitað gríðarlega háir, allur kostnaður af íþyngjandi regluverki er genginn úr hófi fram og svona mætti lengi telja sko. Og inn í það allt saman sko berast fréttir af því að nú sé verið að opna sjálfbærniskólann undir opna háskólanum í HR og það sem því er sérstaklega lýst að reglugerð Evrópusambandsins sem snýr að svona þessum ófjárhagslegu skuldbindingum, hún muni hafa sko áhrif á lítil og meðalstór fyrirtæki þó að henni sé fyrst og fremst ætlað að hafa áhrif á þau allstæðstu og þannig að kerfið nær öllum á endanum sko. Þetta ber alltaf saman brunni. Kerfið báknið bara stækkar og leið er atvinnurekendum, sérstaklega minni og meðalstórum fyrirtækjum, gert erfiðara fyrir. Já, já. Og við höfum nú fengið eins og tölfræðum þetta undanförnu, hversu skakkur samanburðurinn er við önnur lönd í því hvað menn leggja miklar álögur á fyrirtæki hér og álögur og kröfur sem að ná til hlutfallslega miklu fleiri fyrirtæki heldur en jafnvel í höfuðvíi reglugerðarvæðingarinnar Evrópusambandinu. Já, akkurat. Þá er áhuginn á því að framfylgja þessu hér bara svo mikill að menn bæta í og miklu minni fyrirtæki á Íslandi þurfa að uppfylla kröfur sem að stærri fyrirtæki erlendis þurfa ekki að gangast undir. Já, það er nú málið sko. Það má við bara landbúnaðinn og atvinnulíf allt verðmæta framleiðslu á Íslandi. Já, það er málið. Það er nú málið. Heyrðu, þú ert staddur út í Prag eða ekki? Hvað ætlar að vera ílengjast lengi þar? Þú sagði mér að ég leiðast að heima morgun. Ég vissi það reyndar ekki. Já, svona allavega frá Prag svona, þetta er svona rannsóknardeild þingflokks miðflokksins búin að skoða málið og ég er flýg heim frá Berlín, þannig að ég fer fyrst þangað sem að kann að vera á morgun ef þú hefur rétt fyrir þér. Ég held ég hafi rétt fyrir mér í þessum efnum en hvernig er veðrið úti? Það er bara fínt, það er ekki of heitt ekki of mikil sól smá gola, hentar mér bara prýðilega. Mjög gott. Ég lenti í haglél í Berlín núna fyrir nokkrum dögum var þar að líta til með Lotto sko, og veðrið var mjög skrítið sem við sjáum nú á Evrópumótinu að það er ausandi rigning á flestum leikjum sem að fara fram. Þetta var nú rosalegt hvaða leikur var aftur? Þýskaland og Býtu nú við. Hverjir voru það? Það er þetta fresta. Já, akkurat. Þrumur og eldingar og haglél. Þetta er alveg ótrúlegt og nú styttist í það. Var ekki bara Þýskaland Danmörk? Jú, það var Þýskaland. Jú, það var það. Það var Þýskaland Danmörk, alveg rétt, passar. Þannig fyrir að sé Danina í sturtu, þeir voru að baða sig í affallsvatninu á þakinu. Alveg rétt. Og svo er Þýskaland Spánn núna eftir í áttalega byrjar eftir korter þannig að þetta er ég ætla nú að halda mig við Spána að Þjóðverjarnir hafi þetta til enda og klári keppnina en þetta getur orðið snúinn leikur. Spánverjarnir eru segir. Þeir eru það. Þetta er sterkustu liðunum. Já, nákvæmlega. Ég var svektur að sjá Austurríki dett út og Georgíu, það voru svona skemmtileg lið. Jú, akkurat. Spræk minni lið. Já, það vantar svona wildcardið inn í þennan áttaliða hóp sem eftir er sko. En þetta er síðan
Já, fór í fréttir vikunar hjá ritstjóranum Snorra Másinni og var þar með Jakobi Birgisinni eins og ég sagði þarna í byrjun þáttar, þannig að það er Já, ég var eftir að hlusta það. vonandi skemmtilegt spjall sem út úr því kemur og en flott operation sem að Snorri með þarna. Já, Sem við auðvitað fengum að sjá þarna í undirbúningi fyrir brúðkaup hans og Nadine Guðrúnar Jaki. akkurat. Já, Ég heyrðu, en kíkti á þetta. er ekki rétt að fara að hleypa þér út í góða verið í Tékklandi og ég ætla að kveikja Já. á sjónvarpinu í smástund áður en ég renn upp í Lundaregjardal. Ætla að Já. kíkja þar á stöðu vegamála og kannski einhvern sem er að spóka sig á svæðinu. En mitt flott, er ekkert nöldurhorn í dag? Heyrðu, Ég skal hafa bara örstuð nöldurhorn. já, Af því að ég keypti mér samloku hérna á leiðinni mm, út í búð. Af hverju eru samlokur í útlöndum alltaf svona vondar? já, ég hef oft hugsað þetta, það er alveg Þessar sem maður kaupir út í ótrúlegt. búð sinna. Og ég keypti samt auka pakka af skinku til að bæta hérna, en þetta var einhvern veginn í senn þurrt og blautt, ekki gott, en best fyrir 10. júlí. Og það eru 5 dagar í það. Já, Og samt var samlokan annars óvænt. Og ég lendi íðulega í þessu í útlöndum og er nú farin að reyna að varast það, að kaupa tilbúnar samlokur. mér finnst þetta hvergi verið en í Bretlandi. Já, ég tek undir það. Það eru alveg afleitar þar. Mm. En akkur geta þeir ekki náð því sama á Íslandi? Sjoppusamlokunar þar eru nú bara alveg ágætar. Já. Við erum best í heimi. Já. Mm. Þetta er alltaf hættuspil að borða mat í útlöndum. Já, nákvæmlega. Heyrðu, Sigmundur Davíð, við skulum kalla þetta gott í dag. Við Já. kæru áheyrendur, við þökkum ykkur fyrir að hlusta og við verðum hér aftur að viku liðinni. Það er nóg í gangi í pólitíkinni og mér segir svo hugur að það verði fleiri leiknir í stóra mannréttindastofnunar VG málinu heldur en þegar hafa komið fram. Jep, en býtu bara þannig til þessi stofnun fyrir að beita valdheimildum sínum. 7. greinin, hún er óhugnanlegasta grein í langan tíma sem að maður hefur lesið út úr frumvarpi. Og En þetta átti ekki að vera ágefna mati þingflokksformannsins að því að væri búið að veita öðrum stofnunum ennþá meiri valdheimildir. Já. Það er svona, það er hættuleg röksemdafærsla. Það er hætt við að þetta enda út í mýri ef margar villur verða réttlættar með þessari nálgun. Kæru áhorfendur aftur, takk fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst á viku liðinni og Sigmundur og góða kveðjur til Tékklands og allra samferðar manna þinna þar og við heyrumst á viku liðinni. Takk fyrir, bless. Bless.